Við ætlum að byrja fyrstu fyrirsögn á nútímanum. Nútímin.is skrifaði frétt breskan hjartalækni sem ráðlaði Dorrit að taka ekki inn bóluefni gegn COVID. Hún treystir dómgreind minni fullkomlega. Hvítu nú við, hvað á ferðinu þarna? Jú, þetta sem sagt hjartalæknarinn Dr. Asim Malhotra sem heimsfrægur hjartalæknir. Og það sem athyglisvert við þetta þetta, eins og þið vitið að þetta ég sjálfur ritstjóri nútímans og að fjalla þessa frétt hérna að mínum eigin vef, en það vegna þess að engin annar fréttamiðill fjallaði þetta. Það þykir mér í raun og veru athyglisverðast því að við erum sannarlega með heimsþekktan hjartalækni þarna. Þið getið prófað að googla hann. Hann heimsþekktur fyrst og fremst vegna þess að hann hefur bara verið ofsalega mikið í breskum fjölmiðlum og hann persónulega leiddi baráttu hérna fyrir 10-15 árum síðan sem að sýndi fram á mun meiri skaðsemi sykurs en áður var talið og það leiddi meðal annars til þess, hann var ráðgjafi heilbrigðisráðherra í Bretlandi á þeim tíma þegar að skattur á sykraða drykki, Coca-Cola og Pepsi og allt þetta var hækkaður umtalsvert í Bretlandi. Það þessi Asim Malhotra, sem sagt frægur læknir. Hann líka frægur vegna þess að hann uppgötaði það og sýndi fram á svo kallað statínlyf sem ein mest ávísuðu hjartalyf sem gefin eru sjúklingum á Vesturlöndum í dag. Þetta mjög algengt, mamma mín mér segja þessu. Statínlyf sem sagt, þau eru gefin fólki sem eru með of hátt kolesterol. Og Dr. Asim Malhotra sýndi fram á að þetta reyndist vera vitleysa. Of hátt kolesterol væri yfirleitt ekki of hátt og það að segja hátt kolesterol sérstaklega því eldri sem verður, segir Asim Malhotra að rannsóknir síni, sé raun og veru gott fyrir eldra fólk. Og þar að leiðandi sýndi hann fram á að þessi ávísun á statínlyfin sem að lækka kolesterolið væri óþörf og væri raun og veru bara partur af stóru gróða skími sem að stóru lyfjafyrirtækin stóðu fyrir. Þau myndi gera það. Nei, eins og þau myndi gera það. Hann var mjög frægur fyrir þetta og komst í heimsfréttir og meðal annars fyrirsagnir á borð við Butter is back sem var á forsíðu The Times og The New York Times. Butter is back. Það var sem sagt fréttir sem voru unnar upp úr þessum rannsóknum. Dr. Asim Malhotra sem að sýndi fram á að feitt kjöt og smjör og svona væri ekki jafn óholt og okkur var talið að látið að halda fram á því. Þannig að, engin spurning, heimsfrægur læknir, engin spurning. Síðan hefur hann núna, að segja, eftir bólusetningar vegna COVID, þá hefur hann byrjað að tala skaðsemi bólusetninga. Og nota bene, þetta læknir sem kom fram í Good Morning Britain og Sky News og sagði fólki að taka bólusetningar. Þetta bara, hann var bara eins og allir aðrir læknar. Hann tók sjálfur 2 Pfizer skot en hann komst síðar að því með því að skoða rannsóknir Moderna og Pfizer þeirra eigin rannsóknir leiddu það í ljós þegar að frumgögnin voru skoðuð af öðrum óháðum aðilum að skaðsemi bólusetninguna var meiri heldur en ávinningurinn. Þetta stórfrétt, þetta það. Og þetta unnið upp úr þeirra eigin gögnum, Moderna og Pfizer. Þessi heimsfrægi hjartalæknir kemur til Íslands til að halda fyrirlestur. Öllum fjölmiðlum boðið, öllum læknum og allt boðið. Það mætir enginn. Það mætir enginn. Ég mætti á hana fyrirlestur sjálfur. Ég sá það, ég þekki fjölmiðlamenn í sjón og það mætti enginn. Magnað, alveg hreint. Hann kemur í hlaðvarpsviðtal hér á Íslandi, hjá undirrituðum reyndar, gott og vel, og þar segir hann frá þessu öllu saman. Og hann útlistar þetta og segir þetta bara mjög skýrt og hann vísar í rannsóknir og gögn og allt þetta. Hann líka greinir frá því svona til gamans að hann sé persónulegur ráðgjafi fyrrverandi forsetafrúr Íslands, Dorrit Musaev, og hún hefði þegið ráðleggingar hans að taka ekki örvunarbólusetningar, sem svona skemmtilegt tvist fyrir íslenska fjölmiðla til að fjalla En allt kemur fyrir ekki. Áður en að nútíminn skrifaði þetta, þá vildi ég bjóða öðrum fréttamiðlum að fá þessa frétt. Þannig ég sendi YouTube-klippuna á helstu fréttamiðla, meginströms fjölmiðla eins og þeir eru kallaðir,
En hvað gerðist? Ekkert. Alger þögn. Það er reyndin. Vísir.is til dæmis, sem svokallaður meginstraumsfjölmiðl, fékk þessar upplýsingar og bauðst þetta fyrstur að fá geta fjallað um þetta. Af því að oft þetta svolítið svona tippakeppni, sko, þú veist að við viljum vera fyrstir með fréttinu og ef einhver annar með hana þá ætlum við ekki að taka hana og svo framvegis. Þannig að þeim boðið það að vera fyrstir með þetta. En þögnin hrópandi, algerlega hrópandi þögn. En hvað segir þetta okkur? Vísir meðvitað og viljandi að þagga niður upplýsingar sem eru mikilvægar almenningi. Ég ætla ekki að ganga svo langt að segja það. En maður fær á tilfinninguna að vísir.is og aðrir meginstraumsfjölmiðlar séu svo hræddir við að styggja hina ríkjandi skoðun að þeir veigri sér við að segja frá upplýsingum sem að ganga gegn hinni ríkjandi skoðun. Og það ofboðslega óhollt og óheilbrigt í lýðræði samfélagi að fjölmiðlarnir sem að ná til flestra og eru sem sagt stærstu fjölmiðlarnir og flestir lesa, að þeir veigri sér við að greina frá upplýsingum sem ganga gegn hinni ríkjandi skoðun. Því að þá verður til það sem að við lásum hjá John Stuart Mill á sínum tæma svo kallað alræði hinnar ríkjandi skoðunar. Að það verður sem sagt, tyranny of the major, hvað ég segja, harðstjórn eða þegar hinn ríkjandi skoðun valtar yfir allt og alla. Er það ekki nákvæmlega það sem við erum að sjá í þessu tilfelli? Og það dapurlegt, vegna þess að við öll meiri hluti Íslendinga tóku inn þessi bóluefni. Öll fundu við sjálf að bóluefnin kom ekki í veg fyrir smitt eins og okkur hafi verið sagt. Flest okkar fundu líka að bóluefnin komu ekki í veg fyrir veikindi eins og hafi verið sagt. Rannsóknir sýna núna að eins og hann segir, sko, fyrst að tala að þetta væri fyrst og fremst ætlað áhættuhópunum. Við þyrftum bóluefni fyrir áhættuhópana. En rannsóknir Moderna og Pfizer sjálfra leiddu það í ljós að til þess að, sko, í aldurshópnum yfir 70 sem var mesti áhættuhópurinn og var svona sameiginleg skilningu fyrir því að það voru þeir sem þyrftu helst á þessu að halda, að þar var sem sagt nauðsynlegt, þú þyrftir að bólusetja 2500 einstaklinga á aldrinum yfir 70 ára til þess að koma í veg fyrir að einn þeirra færi inn á sjúkrahús. Það einn á móti 2500. Síðan voru sem sagt skaðleg áhrif, þau vógu miklu þyngra. Það er að segja, hjartabólgur og hröðun hjartasjúkdóma var miklu algengari heldur en 1 á móti 2500. Það var 1 af hverjum 800 ef mér misminnir ekki. En ég mæli eindrið með að þið horfið á þetta viðtal. Það á broadcast.is. Þetta sérstaklega sterkt og öflugt viðtal við doktor Asim Malhotra. Hann afskaplega klár. Hann ekki bara heimsfrægur hjartalæknir, heldur var hann eitt virtasti hjartalæknir, þangað til hann fór að segja sannleikan þessi bóluefni. Þá hefur ítrekkað verið reynt að slaufunum og núna bara í þessari viku, ég held að það hefur verið helgina á föstudaginn, að þá var hann staddur í Finnlandi að bera vitni hjá einhverju dómsvaldi Finnlands. Ég kann ekki alveg að fara með, ég geti séð þetta inn á Twitter síðan hans. Það fór hann með sem sagt svona vitnisburð fyrir dómi, það sem hefur verið að taka fyrir COVID-mál. Og upptakan var sett á YouTube og YouTube slaufaði henni. YouTube lokaði upptökunni. Auðvitað. En hann hefur enga síður sett inn sem sagt aðra upptöku inn á Twitter, þar sem þið getið heyrt hvað hann segir hérna. Og það kem líkt því sem að kemur fram í viðtalinu mínu við hann inn á broadcast.is. En þetta sem sagt, þetta það eldfimt efni að það búið að ráðast að persónu Asim Malhotra ítrekkað. Það var líka gert þegar hann kom með statín uppgötunum á sínum tíma. Þá var sem sagt, hann greindi frá því að það var einhver mjög virtur prófessor í Bretlandi sem að fór fram á að rannsókn doktor Asim Malhotra yrði afturkölluð, að það er að segja greinin sem hann birti í vísindatímariti, að hann gerði þá kröfu að þessi grein er afturkölluð. Svo kom í ljós að þessi sami prófessor hafði þegið
hundruðir milljónir punda frá erlendum stórfyrirtækjum, lyfjafyrirtækjum sem að framleitu statínlyf. Og BMJ, British Medical Journal, sem að birti þessa vísindaransókn hans Asim Malhotra, rannsakaði greinina aftur vegna kvartanana frá þessum prófessor, rannsakaði hana ofan í kjölinn, komst að þeirri niðurstöðu, nei, við erum ekki að fara að draga þessa grein tilbaka, hér stenst allt eins og stafur á bók og honum var hafnað prófessornum sem hafði þegið 100 milljóna punda frá lyfjaiðnaðinum. Hvar eru við eiginlega stödd? Maður verður að spyrja sig, af hverju myndi þessi gaur með þennan bakgrunn, þú veist, þetta er basically svolítið læknir og bara að, þú veist, vel virtur og allt þetta, af hverju ætti hann bara að fara að bulla eitthvað til að eyðileggja ferilsinn? Þú veist. Hann var sko reglulegu fastagestur á Sky News og BBC og hann var með fasta dálka í The Guardian og skrifaði leiðaragreinar í The Guardian. Hann var bara, og hann er bara að frægasti prófessorinn í Bretlandi, þú veist, í hjartalækningum. Og hann kastar þessu öllu frá sér bara til þess að segja bara eitthvað bull bóluefnin. Sem að, nei, þetta er náttúrulega, en einhvern veginn vegna, við verðum líka að spyrja okkur því, af hverju erum við hér á Íslandi að upplifa það, að stóru meginstraumsfjölmiðlarnir ákveða að sniðganga algjörlega upplýsingar sem þessar? Já, það er náttúrulega bara, held ég mjög, þú komst með það, þeir vilja ekki styggja þessa ráðandi skoðun, sko, og þeir eru líka alveg búin að vera duglegir að seima alla sem tala gegn bóluefnunum eða COVID væri ekki svona alvarlegt eða... Þetta er svo hjákátlegt að sjá blaðamannafélagi, mitt góða félag, vera að standa í einhverju herferð til þess að auka traust á fjölmiðla en traust á fjölmiðla hríðfellur þegar almenningur finnur það og sem sagt, upplifir það á eigin skinni og finnur hvernig þessi stóru meginstraumsfjölmiðlar kjósa að sniðganga upplýsingar, mikilvægur upplýsingar, vegna þess að það fellur ekki af hinni ríkjandi skoðun. Og er einhver hissa á því að traust til þessara fjölmiðla hríðfalli? Nei. Þetta er bara brandari. Blaðamannafélagi veit einhvern veginn minna trausti sér allt falli bara út af einhverjum einum skipstjóra hjá Samherja sem hefði verið að blogga á Facebook eða framhaldsskólakennari sem er að blogga á mokkablogginu og þetta sé svo hræðilegt að nú erum við að fara í herferð en trausti er allt farið út af allt öðrum málum heldur en þeim sko. Það er nú málið. En fyrst og fremst þá lýsir þetta mjög dapurlegri stöðu lýðræðis á Íslandi. Það er að segja því að fjölmiðlar eru bakbeinið í lýðræðinu, þeir eiga að vera það og ef þeir eru svona á sig komnir þá er lýðræðið okkar í mólum. Það er bara þannig. Ég horfði á þetta viðtalið og þetta er geggjað viðtal sko. Ég myndi segja, sko, ég er búin að vera í þessu svolítið lengi, 20 pluss ár að taka viðtöl. Þetta er einn mesta negla sem ég hef á ævi minni tekið, að það er að segja sem viðtal. Þetta er bara, þetta er eitt besta viðtal sem ég hef tekið. Það er bara þannig. Þessi maður er ótrúlega skýr, hann lýsir þessu mjög vel, hann er með allt ferilinn á bakvið sig, hann er með kunnáttuna og hann talar sykur rannsóknina sínar. Þær er bull, ef þessar rannsóknir er bull, er bara algjör bomba líka sko. Já, hann segir, þú veist, gögnin skaðsemi bóluefnana eru miklu meiri og áþreifanlegri heldur en gögnin sem hann hafði sykur þegar hann afhjúpaði skaðsemi sykurs. Þannig að veist, þetta er sláandi og það er aftur pínlegt af þessum svokölluðu meginstraumsfjölmiðlum að taka þessa stöðu, að kjósa algjörlega sniðganga þessar upplýsingar því að þeir eru jú fyrst og fremst ábyrgir gagnvart lesendum sínum og þeir eiga að sýna þeim hollustu en ekki landlækni eða sóttvarnalækni eða lyfjafyrirtækjum sem að kosta lyfjafyrirtækin síðan það er önnur að kosta meira þess að lyfjastofnun íslensku lyfjastofnun hér á Íslandi sem að veitir þessum lyfjum markaðsleyfi og veitir þeim aðhald og eftirlit eru að mestu fjármögnuð af erlendum lyfjafyrirtækjum. Íslenska lyfjastofnun Ég vissi þetta ekki, en ég er búin að kanna það, þetta er satt, en Asim segir einmitt frá því þessu viðtali að flestar lyfjastofnanir í Bretlandi, Bandaríkjunum, Ástralíu, Kanada,
eru að meiri hluta 80-90% fjármagnaðar af lyfjafyrirtækjunum og ég var hér með í viðtali og ég ætla að birta þann bút hérna með fyrirverandi forstjóra Lyfjastofnunar Íslands sem að sagði þetta líka. Wow. Þetta er magnað.